Hæ, Guðrún Bergmann hér og ég er mjög stolt að kynna fyrsta viðmælanda minn í þessum YouTube þáttum mínum sem að er hún Gunnþóra Ólafsdóttir. Við kynntumst þegar að við vorum báðar í ferðamálafræði fyrir 20 og eitthvað árum síðan og svo fór ég náttúrulega bara aftur á Snæfellsnesi á þeim árum til þess að reka hótel. En hvert fórst þú, Gunnþóra? Guðrún, þetta er svo langt síðan. Takk fyrir að bjóða mér í þetta viðtal. Ég hélt bara áfram í námi. Málið var að ég fór svo seint í framhaldsnám. Ég var ein af þeim sem ákvað að taka mér 1 ár frí eftir stúdentspróf. Okay. En það voru 17 ár sem liðu þangað til að ég fór í framhaldsnám og þegar við hittum og ég fílaði þetta bara svo vel. Þú veist, mér fannst ég bara finna fjölina mína og ég hélt áfram, kláraði landfræðina við HÍ og síðan gafst mér bara dásamlegt tækifæri til þess að halda áfram, fara í framhaldsnám til Englands. Þannig að ég skráði mig, ég fekk eingöngu í mjög góðan skóla í Bretlandi og fekk dásamlegan leiðbeinanda og ég fór í doktorsnám þangað og frá árunum 2003 og útskrifaðist þaðan 2007. Og ég fór að rannsaka náttúrulega byrjaði ég í ferðamálunum og hafði mikinn áhuga á þessu sambandi manns og náttúru, þá bæði hvað varðaði aðdráttarafl náttúrunnar. Við vitum náttúrulega Ísland er að draga sér fólk einkum bara vegna náttúrunnar, en hvað það við náttúrunnar sem fólk að sækja í? Mér fannst vanta meiri og dýpri upplýsingar og svo líka bara hvernig fólk að tengjast náttúrunni á ferðalagi, hvaða hlutverk hefur náttúran í upplifun fólks þegar það bæði að keyra landið, ganga landið og svo bara hvernig þessi dásamlegu endurnýjun áhrif, hvernig þau verða til í náttúrunni, eins og hægt að rannsaka það út frá með tólum félagsvísindanna. Þetta náttúrulega, ég landfræðingur og rannsaka þetta út frá þeim grunni og þá getur maður allavega að skoða menningarheiminn og hugmyndaheiminn og þetta var bara alveg ofboðslega skemmtilegt. Þannig að þangað fór ég fyrst til Englands en rannsóknin sjálf fór fram á Íslandi og svo var ég kem heim þannig bara rétt fyrir hrun og það nú ekki auðvitað gar að gresja varðandi vinnu í hruninu. Það var erfiður tími heima en ég fékk mér, ég var eitthvað í stundakennslu í háskólanum og síðan fékk mér líka rannsóknaraðstöðu í Reykjavíkur akademíunni og mig langaði alltaf að fara áfram og skoða meira, rannsaka meira upplifunina og þetta samband manns og náttúru og ég komst að því í mínu námi hvað hugurinn skiptir miklu máli og svo líka að þetta tengdist, aðdráttaraflið tengist mjög mikið bara vanlíðan í daglegu lífi og þessari streitulosun sem fólk fær við það að fara í frí og fara út í náttúruna. Þannig að það voru athyglisverðar niðurstöður sem ég fann og mig langaði til þess að fara í þetta og dýpra og þannig að ég fór í framhaldinu í postdoc, svokallað framhaldsdoktor og þá fékk ég rannsóknarstöðu við Háskólann í Luxembourg og vann þar með rannsóknarteymi sem þar var þverfaglegt rannsóknarteymi þar sem við vorum að skoða samskipti manns og náttúru, aðalega þátt umhverfisins í upplifun fólks og vorum að skoða þetta í tengslu við íþróttir og útivist. Þannig að, og hvaða fær út úr þessu. Þú búin að fara yfir ansi víðan völl í sambandi við þetta, en segðu mér þegar þú varst að vinna rannsóknin á Íslandi, varstu að tala bæði við Íslendinga og útlendinga, eða bara útlendinga? Ég var aðalega að tala við erlenda ferðamenn. Þetta voru íslenskir leiðsögumenn
og íslenskir ferðafrömuðir sem ég tók viðtal við og rannsakaði, en þetta voru erlendar ferðaskrifstofur sem voru að skipuleggja ferðir Ísland en voru í samstarfi við Íslendinga. Og ástæðan fyrir að ég vildi ekki að ég vildi skoða útlendinga frekar en Íslendinga varðandi upplifunina á þessum árum, að þá var þjóðin í rauninni tvískipt í hugsunum sínum gagnvart náttúrunni bara út af Kárahnjúkavirkjun. Já, já. Og það var svo mikið með eða móti og menn voru svo litar að þessari umræðu að ég vildi ekki fá Íslendinga inn í rannsóknina nema þá bara þessu leyti að skipuleggja ferðirnar. Já. Þannig að ég vildi skoða upplifun erlendra ferðamanna, enda það markhópurinn sem að koma til landsins líka. Já, já, sjálfsögðu. En hafði staðarval og hvert var farið og eitthvað, hafði það mikil áhrif á val fólks til dæmis að koma til Íslands? Það hafði, í rauninni, þá var það bara að heimsækja Ísland. Já, ég skil, alveg sama, já, hvert það var að fara, já. Já, og þessar ferðir voru báðar, önnur ferðin sem ég rannsakaði var gönguferð hálendið, en byrjaði á því að keyra helstu perlur bæði aðeins á Suðurlandi og svo fórum við yfir Kjöl og svo skoðum við helstu perlur á Norðurlandi áður en við fórum að Snæfelli og þá byrjaði svona bakpokaferðalagið. Og það sem þeim þótti merkilegt við ferðina var að þarna fengu þeir aðgengi að helstu perlum, svona the must see, Já. En líka geta farið svona í burtu frá öllu saman og vera bara úti í náttúrunni, villtri, Já, já. Og í hinu tilfellinu þá var það ljósmyndahópur sem fór á Suðurlandi, en megin þátturinn í því ferðalagi var að ferðast þvert yfir Vatnajökul á svona stórum súperjeppum og á svona krítiskum tíma eins og apríl. Og síðan var keyrt líka Suðurlandi, en það var fólk sem var búin að koma oft til Íslands, margoft, og það fekk aldrei nóg af Íslandi, af því það sá alltaf annað Ísland í hvers skipti, það var alltaf eitthvað nýtt sem þau gátu séð og sem þau gátu verið að fanga í gegnum myndavélina. Já, það í rauninni dásamlegt að heyra þetta með nýja sjónarhornið og annað þetta. Ég einmitt að taka á móti hópi af Bandaríkjamönnum sem ég var leiðsögumaður fyrir núna á næstunni og þau mörg þeirra að koma í annað sinn og voru hérna samt í fyrra. Eina sem að kemur svona óhætt að koma út af eldgosum. Já. Þannig þau hafa sett svolítið strik í reikningin líka varðandi aðkomu að landinu á þessu ári og það hefur dregið úr komu ferðamanna af því að fólk hrætt við eldgos. Og þannig að við sem búum hérna, við erum orðin já, eldgos, já, ok, þú veist, eins og bara, ég veit ekki hvað, þú veist, já, ný tré farin að vaxa eða eitthvað, að við erum orðin vön, þú veist, þetta ekki ógnvekjandi og þetta heldur ekki orðið spennandi. Þú heyrir ekki sem fyrir lengur til þess að skoða eldgosi. Nei, nefnilega. Það svo skrítið hvað við venjumst þessu. Já. Svo heldurðu að Íslendingar sjáu ekki landið með sömu augum og útlendingar af því að við erum vanari því? Já, ég held að það sé rétt hjá þér álykta. Ég held að við erum vön þessum að vera í þessum eilífa barningi við náttúruöflin, við vindinn og hríðina og allt það, og við þurfum miklu meira til þess að skekja okkur. Já. Og það sem að hrífur útlendinga líka hversu flott við erum að díla við þessar aðstæður. Já, ok. Ég hef líka búið í Bretlandi og það kemur smá snjóföl og það bara skólarnir loka og það fer allt á annan endan og snjófölin farin bara eftir hádegi. Þú veist, þannig að þetta setur allt þjóðfélagið á skorðum. En hér á Íslandi, þetta var eitt af því sem að þau töluðu ferðamennirnir,
hér brettum við bara upp ermar og bara náum okkur í skóflur og ýtum bílum og hvaða nú sko. Já, já. Þannig að, já, ég held það. Já, þegar ég var á hótel sko þarna á Snæfellsnesi á Hellnum, að þá kom það náttúrulega fyrir fólk að það lenti í alls konar svona átökum við umhverfið, hægt að segja þessu svo, eins og það var fjölskylda sem að festi bílinn í snjóskafli á hérna Jökulhálsinum og það tók langa tíma og þau vissi ekki hvernig átt að losa sig og allt þetta. Og ég sagði þegar þau komið aftur tilbaka, þá sagði ég sko, þetta verður besta sagan úr ferðalaginu. Þú veist, að þetta er alltaf sagan sem að lifir, sko. Já. En við kannski sem að búum hérna alltaf, við hættum að taka eftir töfrunum í landinu, að því þegar við keyrum það, þá erum við bara leið frá Reykjavík í Stykkishólm eða Reykjavík til Akureyrar eða Egilsstaða eða Hafnar eða eitthvað, þannig þá kannski stoppum við ekki nóg til þess að taka eftir töfrunum í landinu. Nákvæmlega. Og tala líka margir sko að þurfa að fá erlenda vini í heimsókn til þess að bara að sjá landið öðrum augum. Já. Þetta hefur komið fram í mínu rannsóknum líka sko. Og og það er bara mjög athyglisvert. Við erum náttúrulega bara í okkar daglega rytma en svo bara þegar maður er ferðamaður, þá setur maður önnur gleru á sig. Það verka bara aðrar hugmyndir á mann og maður tengist umhverfi sínu öðruvísi þegar maður er ferðamaður. Heldur en þegar maður er bara Guðrún í daglega lífinu. Að taka viðtal við Gunnþóru eða hvað það er. Já, ég skil hvað það er. Ég er í vinnuna og þá erum við bara með hugan við, þú veist, við erum bara að fara í vinnuna, bara á áfangastæðurinn og við erum bara að skoða umhverfið þar í kring, en við tökum ekkert endilega eftir esjunni sem að blasir við okkur á leiðinni, sko. Já, ég tel mig mjög heppna, sko, vegna þess að þegar ég var barn, þá var móðir mín sérstaklega og reynda faðir mín líka, þau voru með algjöra ferðabakteríu og það þótti ekkert, það var ekkert algengt að það væri bara að pakka saman tjaldi og svefnpokum og dóti á föstudagskvöldi og farið yfir helgina úr bænum. Við vorum kannski bara eina fjölskyldan í götunni, skilur. Já. Og þá var móðir mín svo dugleg að benda á allt í umhverfinu. Já. Og kenna okkur nöfnin á fjöllum og fjörðum og eyjum og öllu mögulegu. Og ég man sko að þegar ég var svo í landafræði bara í barnaskóla, að þá hafði ég mun víðtækari mynd af landinu, heldur flestir í mínum bekk, af því að þau áttu af og ömmu í sveit og þau fóru alltaf bara þangað og aftur tilbaka. Þau fóru ekki sko í ferðalög eins og við gerðum. Já. Þannig að mér finnst ég hafa sko, og það var líka innstillt í mig að maður ætti að ganga vel náttúruna. Og ég man alltaf sko að það var allt rusl tekið og pakkað niður til þess að fara með í næstu ruslafötu eða hvað sem var sko. Já. Og móðir mín sko, hún leit vanalega tilbaka út afturgluggann, afturrúðun á bílnum og sagði, já, þetta er allt fínt, það er ekkert nema að fara eftir tjaldið. Þú veist, að bælt gras. Svo ég fékk svo fín grunngildi, finnst mér. Já. Þannig að ég elska bara landið svo mikið, það einhvern veginn kenndi mér það. En að gera nýja hluti núna upp á síðkastið, komst mér svolítið að þú sagði mér að þú værir með skógarböð og ég hugsaði mér, býtu, hvar er hún að finna heitar lindir í hvað skógum? Já, skógarböð, já, það er örugglega fyrsta sem fólki dettur í hug að það hafi eitthvað með böð að gera, heitar lindir og sundboli og allt það, en þetta er, skal ég segja, japansk hefð og þetta er raunin bara slökun. Þetta er slökun, þetta er náttúrumeðferð við streitu, má segja, sem var til í Japan í kringum 1980. Og ég kynnist þessu í rauninni bara í gegnum því ég hef verið að skoða endurnýjun og áhrif náttúrunnar og hef þurft að lesa mig inn í umhverfissálfræðilegan litteratúr og þetta er svolítið, og af því að það er svona þeirra fræði, endurnýjun, þessi endurheimt í náttúrunni. Og það var svo mikið af greinum af því að Japanir hafa verið duglegir að rannsaka þetta
þar mikið að greinum sem að fjalla Shinrin-yoku eða sem að þýðist á ensku forest bathing og íslenska þýðingin á því skógabað. Og það rauninni bara yndisganga, bara hægagangur í náttúrunni í svona cirka 2 tíma. Þetta leidd ganga, þar sem fólk bæði situr í kyrrð og bara labbar rólega og það sem að leiðbeinandinn gerir, hann að hjálpa fólki bara að hægja á sér og að tengja skynfærum sínum og að gefa alls kyns tækifæri fyrir fólk til þess að tengjast náttúrunni í gegnum skynfærin. Þannig að þetta þetta skógabað sem við erum að byrja að kynna fyrir Íslendingu, ég og vinkona mín Íris Lana Birgisdóttir. Dásamlegt og þetta náttúrulega, þetta það sem talað svo mikið núna, þessari breyttu orku og tíðni sem í heiminum í dag, að við þurfum að fara aftur til náttúruna, við höfum tapað svo mikið tengslum við hana. Já. Þannig að þetta í rauninni bara að byggja þá brú aftur tilbaka. Já, nákvæmlega og það var einmitt þessuna sem að þetta byrjaði í Japan. Japani tóku eftir því að lýðheilsa landsmanna var að hraka svo mikið þarna á þessum tíma. Þarna hafði orðnar svona töluverðar tæknibreytingar, menn voru farnir að vinna bara mjög mikið að sitja við skjáinn og menn voru farnir að tala tæknistress með snjalltækninni og öllu þessu. Og lífsstílssjúkdómar voru að aukast svo mikið og þeir tóku líka eftir því að menn voru ekki að rækta samband sitt í náttúruna, en í Japan og svona í þessum austurlensku fræðum þá hugsa menn öðruvísi. Menn hugsa að þeir hugsa málin þannig að heimsmyndin, við erum bara ein heild, maðurinn og náttúran og allt sem í henni bara saman. Já. Og þeir byggðu, það var bara opinber stefna sem var sett í gang sem hvatti landsmenn til þess að fara að rækta samband sitt við náttúruna, taka sér tíma í dagsins önn fyrir pásur eða allavega yfir helgarnar og rækta samband sitt við náttúruna. Og þeir voru það sniðu og voru þá að byggja á þessari gömlu visku sem við höfum vitað af í gegnum tíðina, alveg frá því bara, alveg langt og sögur ná að höfum verið að leita út í náttúruna fyrir heilsubótina, fyrir lækningu og til að komast út úr daglega lífs. Þetta bara til í öllum okkar, öllum menningum. En við áttum ekki mikinn vísindabakgrunn sem tengist þessu. En þeir bara byggðu þetta á, í fyrsta lagi, að efla tengsli við náttúruna sem þeim mikilvægt og gefa sér tíma fyrir það. Og þetta að mögulega myndi það hafa góð áhrif á einstaklingana, heilsufarslega. Og þeir fylgdu þessu eftir með rannsóknum og þess vegna svona mikið af japansku rannsóknum til í heiminum í dag. Og nú bara búið að staðfesta það að þetta gagnreynd aðferð til þess að losa streitu og þetta bara betra en þú getur ekki fundið eina einustu pillu í heiminum sem mun gefa þér eins mikið eins og að ganga í fallegum skógi í rólegheitunum. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Það bara það að vera í snertingu við náttúruna svo stórkostlegt. En þú og Íris Lana, þið læruðu þessa aðferð? Já, við ákváðum að það núna hægt að sækja námskeið, fjarkennslu. Við þurftum bæði að vera í fjarnámi og ég hélt fyrst að þetta væri bara einhver sér japansk hefð. En svo komst ég að því fyrir bara örfáum árum að þetta í raun bara þetta sem ég búin að vera að tala um. Þetta geta allir gert og hvar sem Líka, þú þarft ekki verið í skógi þó að sé ákveðin, það ákveðin kostu við að vera í skógi því það kemur svo mikið frá trjánum, allt þetta súrefni og svo þessa dásamlega varnarefni frá trjánum sem
gerir okkar ónæmiskerfi svo gott, sko. Þannig að það kostur. En nú týndi ég þráðunum. Hvar var ég? Það væri fleiri heldur en bara Japanir sem hafa verið að gera þetta? Já, þannig að ég átta mig á því að það er hægt að læra þetta. Það er hægt að læra þetta á netinu og það eru bandarísk samtök sem heita Nature and Forest Therapy, Association of Nature and Forest Therapy, og við skráðum okkur í þetta nám og kláruðum það í fyrra, báða tvær, og fórum líka við þurftum að fara líka á staðinn í einhverja 4 daga til að fá svona hands-on þjálfun, og við hefum núna fengið próf til og svona, hvað segir maður, já, þjálfun í því að leiða fólk í gegnum þetta, og málið er að við erum bara ofta svo miklum yfirsnúningi að sumt fólk þarf að reyna hjálp til þess að slaka á kerfinu. Já. Og við líka þegar við förum út í náttúruna og ætlum að ganga, þá er oft hugurinn bara við, þú veist, já, við ætlum að ganga upp á þetta fjall eða við ætlum að ganga eitthvað hring, og þá er svona hugurinn bara svolítið áfangastaða miðaður. Já. En í þessu tilfelli þá er bara gengin svona 1 kílómetri, mestalagi 2, og þetta er ekkert að ná einhverjum áfangastað, þetta fjallar það bara að vera og að bara að taka inn það sem staðurinn hefur fram að færa þá stundina, að tengja stað á stund. Þannig að við svona aðstöðum fólk við að ná þessari núvitund með allskyns æfingum og svona bara að hægja á sér og njóta þess að vera bara. Já. Vera út í náttúrunni. Hvað er betra en að liggja í mjúkum mosa og anda að sér súrefnisríku lofti, þú veist, það er ekki stásamlega að láta líða þannig úr sér, sko. Já. En það kemur fólk bara, við erum að mæla líka áhrifin af þessu. Við biðjum fólk að útfylla lítinn spurningalista sem mælir endurheimt í náttúrunni. Já. Og þetta er gagnreyndur listi, þetta er náttúrulega ekki, við erum ekki með neina rannsókn, við erum bara svona að mónitora hvað fólk er að fá út úr þessu, og menn sko finna, við erum að sjá svona 30-40% bætingu að meðaltali. Allt upp í 70% bætingu á hvað fólki finnst að vera orku meira, hvað fólki líður betur, tilbúin meira í dagleg verkefni og skýrar í hugsun, þetta er það sem við erum að spyrja sko í þessum lista, og það er bara magnað að sjá þetta og fólki bara líður svo vel í náttúrunni. Dásamlega, það er besti staðurinn. En segðu mér, þið eru búin að vera með svona tilraunagöngur? Já, við erum bara rétt að byrja, sko. Þetta er svo nýtt á Íslandi og fólk svona er að átta sig bara á þessu konsepti. Og við ákváðum að byrja á því að hafa samband við Skógræktarfélag Reykjavíkur og athuga hvort að þau væru til í samstarf, og þau voru sko meira en til í samstarf, þannig að við byrjuðum í samstarfi við þau að bjóða upp á skógabað 1 sinni í mánuði í vetur og byrjuðum í nóvember og ætluðum bara að vera í 6 mánuði, og þetta er bara opið fyrir alla og er frítt og menn þurfa bara að skrá sig, og við miðum við að séu 10 manns í hóp því að það er ekki gott að vera margir, og þetta hefur bara heppnað svo vel, þannig að við ákváðum bara að halda svo áfram, þannig að við verum alveg örugglega fram á hausti, svo sjáum við nú til. Og svo erum við að byrja að kynna þetta núna. Ég bý hérna í Kjósinni og við ákváðum að líka að prófa þetta í Fossvogsskógi í Hvalfirði. Það er svona skógur sem fólk venjulega bara bruna framhjá. Já. Og er gjörsamlega vannýtt auðlind, en þetta er yndislegu skógur og við byrjuðum þar í gærkvöldi. Við byrjuðum þar og ætlum að bjóða upp á nokkra göngur í sumar. Stórkostlegt. Alveg stórkostlegt. Segðu mér, sko, þegar þið farið svona göngur, þetta nánast eins og hugleiðsla á hreyfingu? Já, þetta er það. Fólk fer bara héðan úr yfirsnúningnum og bara niður. Já, nefnilega. Fólk þarf að klæða sig vel. Já. Af því að það er ekkert í rauninni sem heldur að hita. Þú veist, við erum venjulega á göngu, en þú veist, það er ekkert svoleiðis, það er nefnilega máli. Fólk þarf að
gera ráð fyrir að þurfa að klæða sig aðeins betur heldur en svona að sé að fara í venjulega útivist. Já, Frekar að taka með sér auka peysu og geta þá frekar farið úr heldur en að verða kalt því að það er ekkert gott að verða kalt, þá nýtur maður þess ekki, þá er maður komið hugan bara við það að manni kalt. Og svo biðjum við líka fólk að vera vel mett þegar það kemur, annars sé ekki svangt og þetta sko þetta tekur 2 klukkutíma, þannig að gott að taka með sér vatn líka og í vetur þá lögðum við til að fólk kæmi með heitt að brúsa þess vegna sko já, og því þetta eru kyrrsetur og þetta eru líka, og bara hægagangur. já, Þannig að maður getur tekið eftir náttúrunni, það er svo oft sem bara hlutinni fara fram hjá okkur sko. Og Já, helga náttúrunni stundina, sem sagt tengslunum. já, Og þar er það sem að töfrarnir gerast, algjörlega, þarna á milli. Já. En segðu mér, þetta ekki kjörið eins og fyrir starfsmannafélög og fólk sem í stressvinnu alla daga að taka sér svona kvöld eða taka sér svona, þú veist, 2 tímar er ekkert langur tími og núna þegar það svona bjartir dagar og annað þess aftar þá náttúrulega stórkostlegt að fara eftir vinnu í kvöldgöngu. Algjörlega, algjörlega. Ég myndi nú alveg ég mæli með því heilshugar og það er nú farið að mæla með því, sko, ég veit að ég las ekki alls fyrir löngu grein í Harvard Review, svona business review, þar sem var verið að hvetja stjórnendur til þess að leyfa starfsfólkinu sínu að taka break í daglegu lífi, af því við höfum bara mikla getu til þess að beina athyglinni og við erum að nota sköpunargáfuna og við erum og við erum við skjáinn og það gengur svo á okkur, þannig að það þarf í rauninni til þess að ná betri framleiðni út úr fólki, þá þarf fólk að taka smá break. Já. Og það er hvergi betra að gera það en að hlaða batterínni í náttúrunni, þannig að ef það fallegur garður fyrir utan þess vegna, bara að fara út og anda sig frísku lofti og taka eftir blómunum og trjánum þannig í kring, sko. Það er bara eitthvað sem á eftir að gera heilmikið fyrir fólk. Já, já. En jú, absolutt. Já. Það líka standa berfættur í grasinu. Já, algjörlega. Það er dásamlegt að taka inn orkuna úr jörðinni, sko, af því það náttúrulega önnur orka í henni og við höfum ekki lengur sko þessa getu sem við höfðum þegar við gengum meira berfætt eða vorum nátengdar í jörðin, við höfum ekki sömu næmi fyrir henni og það einmitt verið að rannsaka svona þjóðflokka sem ganga berfættir. Þá þeir vissulega með sigg á fótunum en það fólk í rauninni sko miklu, hvað ég var að segja, í miklu betra líkamlegu formi þegar það verður eldra heldur en við sem alltaf göngum á steinsteypu í skóm, sko. Já. Að fara þessi tenging við jörðin og fara á Þingvöll og labba einhvers staðar og fara úr sokkunum og það reyndar ansi slæmt þar vegna þess að þú mátt eiginlega hvergi ganga á grasinu sem ég skil ekki út af því að grasið náttúrulega bara gras og slegið og eitthvað svona, þannig að þarna þegar ég var krakki sko þá var náttúrulega bara tjaldað þarna það voru ekki einu sinni merkt tjaldstæði og þá náttúrulega lék maður sér í grasinu og það var hlaupið það og annað þess aftar, þannig að líka vantar að leyfa fólki aðgengi. Við getum ekki verið með sko þjóðgarða sem eru svo víðgirtir að enginn má stíga út fyrir einhver mörk, sko. Við getum vissulega farið vel með náttúruna þó við stígum aðeins út á hana. Já, algjörlega. Við þurfum að gera eitthvað grein fyrir því að við höfum áhrif hvort sem við förum á náttúruna eða annars staðar, sko. Já. Það er bara að við pössum upp á hvar við stígum og hvernig við stígum og velja staði sem að þola ágang og hvíla staði og annað, sko. Já. En við getum ekki komið veg fyrir að við höfum áhrif. Við höfum alltaf einhver áhrif, sko.
Það er náttúrulega sko fætur okkar marka spor. Já, Það er alveg, og ég til dæmis svo sko að því þegar var farið að lengja ferðamannatíman á Íslandi, að þá þýðir náttúrulega til dæmis sérstaklega á vorin, að þá er verið að fara yfir land þar sem að frost er að fara úr jörðu. já, Ég einmitt. man sko þegar ég var krakki að þá var það alveg prinsip hjá föður mínum að þú skildir ekki fara, nei við förum ekki þarna, það er frostið valla farið úr jörðu og það verða of stór för og eitthvað. Þannig Já, hafa þetta þetta, svo það var beðið eftir það þornaði og svona, en núna er já, bara þjösnast á stöðum allan ársins hring og já, þegar það er ekki nógu gott. ferðamannastaðir farið illa af því, Já, dettur í hug einmitt. Fjaðrárgljúfur, af því að það er vaðið yfir á öllum tímum ársins, svo Mhm. að það er annarkvort það eða leggja varanlega göngustíga. Nákvæmlega. Sko málið er að við þurfum að vera óhræddari við að loka svæðum og takmarka umferð og einmitt að fara eftir ástíðanum og loka viðkvæmum svæðum þegar þið þola ekki aðgang. Já, Og málið er líka sko að við eyðileggjum líka ef við ætlum að vera að spá ef við spáum í upplifun ferðamannsins þá finnst honum ekkert gott að sjá skemmda náttúru. nei, Þetta hefur neikvæð áhrif á upplifun ferðamannsins sko, þannig að svæði verða þjösnuð og bara, ég meina það fer ekkert fram hjá neinum sko. nei, þau verða ekki aðlaðandi, sko. Ég náttúrulega, að þegar ég flytt vestur á Hellnum, sem er 1995, að þá veit ég alveg hvernig leiðin milli Hellna og Arnarstapa leit út. Já, Og svo einmitt. þegar ég geng þá leið núna, að þá er sko búið að búa til breiða, þú veist, göngustígurinn er sko mörgu sinnum breiðari heldur en hann var, Já, út af því að fólk hefur gengið út fyrir hann, pluss það er Já. búið að búa til alls konar leiðir út í hraunið sem engum datt í hug að fara nei, áður, einmitt. skilu, og þá bara út af því að einhverjum ferðamanni dettur í huga vaði gegnum mosann og byrjar að búa til slóð, Já, þá eru mörg svona sár í landinu og ég held að líka að til dæmis leiðsögumenn þurfa að kenna og það þarf kannski að vera í ferðamannabókum landið að við Já. fylgjum kynnagötunum. Já, algjörlega. Þetta er bara eitt af því sem við þurfum að koma til skila til ferðamanna, líka bara hvað gróður, hvað vaxtartíminn er stuttur á Íslandi og hversu viðkvæmur gróðurinn er. Já, Og ég sá það til dæmis í minni rannsókn sko að leiðsögumaðurinn í ferð, hann segir fólkinu, við vorum að fara í gegnum Eldhraunið já, og þar er svona þykkur mosi og hann dásamlegt hraun og dásamlegu mosi, en fólkið það bar svo mikla virðingu fyrir mosanum þegar við komum svo út úr jeppanum og fórum að skoða þetta svona nánar. Og þá, þetta hafði virkilega áhrif á hvernig fólk hafði, hvernig það tengdist stað og stund sko, og fannst alveg bara rosalega merkilegt að það hafði tekið allan þennan tíma að gróa. já. Og að það mætti nú ekki ganga á þessu og svo framvegis sko. Þannig að þetta eru bara nauðsynlegar upplýsingar og bara gerir upplifunina bara held ég sterkari. Ef fólk fær svona upplýsingar hvernig hlutirnir virka á þessu landi. Já. Já. En segð mér, ef að fólk myndi nú vilja hafa samband við þig Já. til að komast í svona skógargöngu, hvernig nær það þá sambandi við þig? Ætlarðu að láta mig hafa upplýsingar sem ég get sett undir myndbandið eða viltu segja fólki frá því og líka senda upplýsingar? Já, við erum nú bara svona rétt að byrja og erum bara að fóta okkur. Já, En það eru sem sagt, ég vil benda á þessi skógarböð í Heiðmörk sem að við Íris erum að vinna með Skógræktarfélag Reykjavíkur. Það verður sem sagt í hverju mánuði, síðasta laugardag í mánuði, allavega út sumarið eitthvað fram á haustið.
og það er auglýst á heimasíðu og á Facebook síðu Skógræktarfélags Reykjavíkur. Já, Og svo erum við með nýbúnar að stofna Facebook síðu sem heitir Skógabað á Íslandi, Skógabað Shinin Yoku sem er japanska orðið á já, Íslandi. Og síðan erum við með heimasíðu sem heitir Nature and Forest Therapy Iceland. Ég skal senda þér bara linkana á þetta tvennt og líka Skógræktarfélagið, þannig að þú hafir þetta allt. já, en En klukkan, þetta er ekkert orðið neitt mikið formlegt og eins og ég segi, við erum bara svona að fóta okkur, en það væri gaman að ef fólk vildi prófa því að þetta er bara eitthvað nýtt og þetta er bara ein gerð af útivist, ein enn í viðbót sem að við getum nýtt okkur og það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að ná slökun í kerfið okkar. já, Slökun er bara einn af þessum póstum sem við þurfum að huga að. Við þurfum að huga að svefni og næringu og hreyfingu og félagslegum tengslum. Allt þetta er mikilvægt fyrir heilsu okkar, en líka slökunin. Við þurfum að ná að komast úr varnarkerfi miðtaugakerfisins og yfir í að kveikja á sefkerfinu sem svona nærir og græðir líkamann til að gefa líkamannum tækifæri til þess að næra sig og græða. Og það er bara mjög auðvelt að gera það í náttúrunni. já, en segðu mér að klukkan hvað á laugardögum er þessi ganga í Heiðmörk? Heyrðu, hún er klukkan 11, milli 11 og 1. Æðis, Þannig að maður getur sofið út Já. og samt á maður allan daginn eftir, sko. Já. Bara kíkja þarna í hádeginu og já, við söfnum hópnum saman svona 10:11, leggjum á stað klukkan 11 og svo erum við búin klukkan 1. já, Og þá eru menn bara frískir í helgina. er það þá húsið sem að skógræktin er á þarna Já, stöð? já, niður við Elliðavatn. Já, dásamlegt, alveg yndislegt. Ég verð ekki heima síðasta laugardag í júní, þannig ég kem með ykkur síðasta laugardag í júlí. Kemur í júlí. Ég Já. kem í júlí og ég sé bara Perfekt. gangi ykkur vel með skógarböðin ykkar og takk hérlega fyrir spjallið. Það er dásamlegt að í rauninni hitta þig aftur eftir Já. svona langan tíma, því við höfum nú ekki verið í svona alveg kannski miklum samskiptum eftir við hættum, nema kannski í gegnum Facebook, en svo gaman að hitta þig aftur og heyra hvað nýtt er að gerast þér. Það er svo frábært. Já, takk fyrir. Takk hérlega fyrir að bjóða mér og sömuleiðis. Það er bara gaman að sjást eftir öll þessi ár. Já, og svo ég óska ykkur bara velgengni með skógarböðin ykkar. Takk hérlega fyrir. Takk sömuleiðis. Innilega.